Ekki láta detta of mikið á hausnum. Hann of mikið á framparti og það sést þegar hann kemur í beygjuna, þá missir það jafnvægi og svo dettur hann enn lengri niður og þá fær hún í vandræði með það þegar hún að keppa. Hann missir taktinn. Ok, svo við vilt hafa aðeins ekki upp í nefið, við viljum hafa aðeins meira borinn á tölti, elskar mig. Aðeins meira upp. Svo ég kalla það eins og var í gamla dag. Aðeins upp í mann, aðeins upp, fattan, aðeins segja til hann ekki detta á hausnum. Já! Flott! Svona já. Þú ánefnilega að fá svar í tauminn þegar hann elskan mín. Hér á hann að vera. Og þessa nuddandi af mélinn, þetta hreyfinguna aðeins í munninum, segjum við hann og hlusta á þig. Varstu að missa það ekki? Já. Það var fyrir. Hann var fúll núna, hann líka mér ekki sko. Hann passar eitt, hann þetta. Svona, já, takk. Þið séu ekki þetta sjá það. Mér finnst það mjög einfalt. Það eins og flug sem kemur að Keflavík og landa, sko. Veitu hvað skeður með flugvél ef maður landi svona? Hann klessist á því. Flugvél verður landa svoleiðis. Þú maður láta hann fletta aðeins, það er til lagi. Ég vona að þið séu þetta sem ég er að sjá líka. Hann á ekki að fara upp í loft, en hann má heldur ekki fara á langt niður. Þá missir hann jafnvægi. Hann missir þessi hreyfing sem á að fara gegnum allan hestinn, missir fótaburðinn. Hann hlustar ekki nóg mikið í tauminn þá. Ég vil hafa hann eins og þú var með hann núna. Nú var hann fín. Fann það ekki sjálf, að núna bara, já, núna er reynum takti, sko. Þess vegna tuða ég þetta. Höfuðburð ekki alltaf rétt, en hestur ekki reynum takti. Það verður fyrst og fremst að vera reynum takti. Það er mikilvægt. Það er svo skeður með þessi hesti ef hann kemur langt niður. Horfaðu að bakið á honum. Það kemur bakið upp. Og hann byrjaði að segja undan svo rækju sem við vorum að tala Að upp með hann aðeins. Come on, Stefán, upp með aðeins. Svona, taktu í tauminn, hendina til þín. Taktu hendina til þín. Taktu að hreyfa hendina áfram. Halda hann áfram. Já, elskan, akkurat eins og var þetta. Sakta saman þessi energi svo hann ekki farið að drepast þarna og sofna. Svo hann já, passaði meira, hana, passaði meira, annars leiksaði á sofanum. Svona já, fínt. Allan hallaði snett, alltaf energi í hann. Það er ekkert að drepast ennþá dreif. Það var tímabil hann kom hérna. Ok, ég skal fara að vinna þá. Maður langar ekki í það. Þegar hún ítti á hann, svo sagði hann engin hest langar að vera það sem hann á að vera í vinnu. Þess vegna segi ég, passa ykkur, þetta íslenska hestin elskar að vera aðeins svona djúpur. Það þarf ekki að vinna svo mikið á. Það er nú klart að ég skal vinna sem Svo leist og strax þegar þú ídraðis á hann og segi, hei, þú, við erum að fá að styrkja vögnandi hérna, sko. Það er að vinna aðeins. Það fer að smá í fílu, finnur það? Þegar það ítt á hann sem hann aðeins. En það verðum við að vinna í. Við verðum að vinna að fá hestin og skilja þetta í lagi. Ég skal ekki gera þetta í 2 tíma, sko. Það er aðeins með hann upp. Það er svo ekki langt upp, en aðeins og hafa meira orku í hreyfinguna. Svo hann verður ekki svona að hann leggst á sófa. Skilur hvað ég meina núna? Getur koma hingað til mín og stoppa aðeins. Eftir aðeins, við erum að fara til venstre, sko. Sama hér. Taka aðeins að hægja tauminn en nota venstri löppina sem við erum að fara hér. Ekki fara inn til hægja tauminn. Nei, bara hitt. Svona, já. Það reynir ég að tala við hana. Ég
talar hátt eins og ég tala við ykkur líka. Ég geta það þegar ég er að fara að rokki, sko, en ég geta það á fettum. Dugleg stelpa. Þess vegna eru svo létt fyrir að fara hér, en ég má alls ekki missa hana lengra niður en þetta. Svona, elsku mín, elsku hesturinn, svona, já, ég er að hugsa tölfum. Já, ég veit, þú er alltaf búin að brokka þetta, núna er að hugsa tölfum. Þeir núna að nota venstri löppina þegar ég er að fara að beina hérna. Svo þetta ekki út í veg. Nei, ekki skilja. Hérna, hún er búin að læra að fara að volta. Það er fínt. Stelpa. Svona. Það verður svolítið pindur í hátalara þegar við laupa. Svolítið úþægilegt. Eina samt að tala við hann aðeins í taumi. Fín stelpa. Dugleg stelpa. Dugleg stelpa. Fín. Nei, nú var hér. Já, þessi átt svona, já, akkurat. Það verður maður segja að hestarnir eru ungir ef maður að hægja niður. Þeir fara alls ekki bara að hendast í tauminu bara alveg eins og steina örðu. Það segja aðeins til en samt skammar ekki og mikið eftir hana. En svo hún lagar bara alveg upp í veikna í ofni. Það má ekki toga meir í venstri. Það ýtti að hestin tím með hægri löppina. Skilur hvað ég menna það? Við gerum ekki svundir. Þetta er mjög alveg. Svona, við beigjum við þetta alveg. Núna er ekki hesturinn í sambandi lengur, sko, milli aftur og framlag. Og við of mikið sveiði halsinn. Við hafa hesturinn beinari. Við erum bein, nei, já, ég veit. Bara ég svo gerði vitlaust og byrjaði hún að hanga tauminn allt í einu, sko. Það er ekkert sniðugt. Og hesturinn aðeins meira bein. Enn og mér og reyðík. Mér líka það betur. Svona, já, dugleg stelpa. Mér tala íslenska gæði með að hreyfa sig, ekki bara vitt í það ofta eitthvað svona. Sko, það verður að hreyfa á, svona þjálfa völdmann og heldur hreyfinguna við. Svo þetta týnist ekki. Hann er nú frekar dugleg hérna fyrst með. Þetta er gott stökk til að vera alliða hestur. Það er ekki allir sem getur stokkið hér inni einu sinni. Og knappinn er nú frekar duglegri eftir líka. Hann er mjúkur í hendi. Hann var betri með hendina á stökki. Ég myndi vilja að knappinn æfa aðeins brokki betra með hendina. Þannig situr hann mjög vel. Það er ekki rosa slæm, en ég myndi það var smá, já, svona. Það sem þegar hann tekur stökki er ekki að halla þau snemma frá, ekki áður hann fyrir stökki. Hreyfa hendunar aðeins hægar á stökkiveggi. Ef að hreyfa tauminn á stökkin, gera það hægar, ekki of hratt. Svona, já, hægt, já, akkurat. Fínt. Ef maður hreyfir hendunar á stökki sem kemur eftir upp í staðinn til að falla niður og þetta, svo sagt, fíla hálsinn. Svo fatt þetta kemur bara svona. Fínt, fínt, mjög fínt. Ég má passa að ekki fara lengra niður með hann, finnst mér sko.